Ég þakka frummælendum okkar kærlega fyrir þeirra hugvekjur sem eru gott veganesti inn í umræðuna sem við ætlum að halda áfram hér framtíðina. Við höfum rætt mikið hinnar ýmsu skilgreiningar og fullveldis og það var hressandi að hlusta á forseta Íslands taka þessa sveigjanlegu nálgun og mikilvægi þess að geta aðlagað okkur að breyttum tímum hverju sinni án þess að missa fótana. Þjóðaröryggi svo margvíslegt. Það innra öryggi, það formlegt öryggi í samstarfi við aðra, en svo það öryggi gagnvart þeim áskorunum, skulum við kannski segja frekar en ógnum, þó það séu það kannski líka, sem eru algjörlega yfir öll landamæri hafnar og aukast með leifturhraða og við erum óviðbúin þeim. Þau byggja á tækni og kannski það tækniframfarir sem gera að verkum að við getum ekki spáð framtíðina. Okkur órar ekki fyrir þeim tækniframförum sem að framtíðin ber í skauti sér. Allt þetta þurfum við að hafa í huga þegar við hefjum okkar samtal og mér langar kannski að gefa þér orðið, Vilhjálmur, fyrst og sjá hvaða pól þú vilt taka í hæðina hér. Já, þakka þér fyrir og takk fyrir að bjóða mér hingað til þess að taka þátt í þessari mjög svo skemmtilegu umræðu sem búin að vera hér í dag. Ég hugsa mjög oft hver elsta lifandi stofnun í heiminum og það kirkjan, segið. Kannski get ég sagt kaþólska kirkjan, sem að hefur lifað af allar aðrar stofnanir, öll önnur ríki og eldri að sjálfsögðu heldur en öll fyrirtæki sem eru nú afar forgengileg þegar litið til mannkynssögunar. Og þá spyr maður sig, af hverju skyldi nú kirkjan hafa lifað svona lengi þrátt fyrir allt sem á gengur og hefur gengið í hennar sögu? Og mitt svar það að í þessari vegferð virðast alltaf hafa verið nægilega margir sem að hafa trúað á málstaðinn og verið tilbúnar til að fórna sér fyrir þennan málstað og litið á málstaðinn og hagsmuni sem að honum fylgja umfram sinn eigin. En gott og vel, okkar ríki 100 ára gamalt og ef maður spáir í það í þessari sögu þá það ekki gamalt en samt eldra heldur en Sovétríkin sem að náðu nú ekki svo háum aldri þráttur að vera á einum tímapunkti meðal voldugustu ríkja í heimi og meðal voldugustu ríkja sem að hafa verið til. Og þá spyr ég, af hverju viljum við að Ísland sé ríki yfirleitt? Af hverju erum við að halda úti ríki? Af því að þetta svo forgengilegt líka. Og við hljótum að þurfa að hafa í huga að þá einhverjar hugsjónir eða vilja til þess að bæta hag okkar sjálfra sem þjóðar eða okkar sem íbúa í þessu ríki og svo líka vera eitthvað að hugsa komandi kynslóðir og þeirra hagsmuni. Og hvað það sem að lætur ríkjum ganga vel og hvað illa? Þetta eru margs konar mistök gerð og allt en í grundvallaratriðum virðist þetta snúast samkeppnishæfni út á við og þá ég bæði að tala efnahagslega og eins líka þess vegna hernaðarlega með einum öðrum hætti og hins vegar ákveðin innri styrk. Það þarf að vera hár mórall eða siðferði og samkeppnishæfni snýr ekki bara að atvinnulífinu, hún snýr líka að stjórnsýslunni, hún snýr líka að velferðarkerfinu. Og við áttum okkur ekki oft á því að velferðarkerfið íslenska eitt af okkar helstu samkeppnistækjum.
Og til þess að standa sig í samkeppni þá þarf alltaf að vera á tánum, alltaf. Þannig stundar fyrirtæki sína samkeppni. Og við tölum oft það að við þurfum að leggja áherslu á jafnrétti, jafnvel þótt að við séum að standa okkur hvað best í heiminum, eða jöfnuð þótt við séum að standa okkur hvað best í heiminum þar. En það er kannski af því að við erum alltaf að hugsa þetta, sem að við erum að ná þessum árangri, sko, og passa okkur að vera á tánum. Þannig að í sjálfu sér á maður ekki að kvarta undan því að sé verið að tala jafnrétti og jafnvel þótt við séum að topp á heimslistanum, sko. En þetta svona kannski fyrsta innleggið og hugsunin, en það margt annað sem við komum hérna fram sem væri mjög gaman að spjalla Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Ég fegin og komst að einhverju niðurstöðum af hverju við viljum yfir höfuð vera ríki. Ég var svolítið skelft eitt andartak. En já, við teljum væntanlega að innan þess ramma getum við gætt hagsmuna okkar hjarðar betur heldur en án rammans. En það steðja nú margar ógnir að rammanum. Helga, ég held að sé fáir sem vita meira það núna á þessum síðustu tæknitímum heldur en kona í þinni stöðu. Viltu koma með þína punkta inn í þessu umræðu? Takk, kona eða maður, svo sem. Það er hérna, já. En sérstætt, já, mér langar að fá að taka svona aðeins kannski nýja vídd sem hefur ekkert verið nefnt svo mikið hérna í dag. Að bara taka líka fram upp að ég er mjög jákvæð að eðlisfari og ég tek heilshugar undir það sem að sagt er að það er bjart framundan. Mér finnst sérstaklega áhugavert að heyra virðulegan forseta okkar tiltaka hvað hefur verið álitin ógn og það er ágætt bara svona rammet inn hvað fólk hefur metið sem hættur. En eins jákvæð og ég er að þá vil ég líka leyfa mér að ég bara vera svona kannski í einhverju snertingu við raunveruleikann, allavega hef ég fast þurft að vera í þeirri snertingu í starfi mínu hjá Persónuvernd sem núna er búin að vera í rúm 3 ár. Og málið það að við stöndum, kannski eins og við höfum staðið áður fyrr og áhugað verið bent, að við stöndum fyrir, við skulum allavega segja nýrri stórri áskorun og svo áskorun er í rauninni vinnsla persónuupplýsinga á tækniöld. Og ég held að ég verði einhvern veginn að reyna að ramma þetta inn þannig að þið skilji hvað er undir. Og staðan er sem sagt svo að vinnsla persónuupplýsinga, sem þá allar persónugreinanlegar upplýsingar, eitthvað sem gerir okkur að manneskjum, hver við erum frá degi til dag, að hún hefur náð slíkum hæðum að við erum búin að fá í fangið eina umfangsmestu löggjöfina sem hefur komið frá Evrópusambandinu, næstu því frá upphafi. Og þetta er svo löggjöf sem hefur fengið mesta, ef ég leyfi mér að sletta, lobbyismann sem nokkur löggjöf frá Evrópusambandinu hefur fengið og það er ástæða fyrir því. Ástæðan fyrir því er til dæmis svo að olía var nefnt hérna fyrir í dag. Verðmætustu fyrirtæki heimsins voru olíufyrirtæki, í dag er það gagnafyrirtæki. Gagnafyrirtæki og það er að segja fyrirtækin sem búa yfir upplýsingum okkur. Og það veit svo til að það er bara handfylli slíkar upplýsingar sem að hafa eiginlega næstu því allar upplýsingar allt hvað við gerum og þessar upplýsingar að það veit svo til að það er verið að nota þessar upplýsingar til þess að hafa áhrif á okkur, gera okkur ákveðin leiksoppum þeirra sem hafa valdið við upplýsingarnar. Það er verið að toga í strengi á okkur án þess að við höfum vitað af því. Og þess vegna er ný persónuverndarlöggjöf komin til þess að ég raunin að vita það að þegar við erum til þess að fá klæðskerasniðnar auglýsingar, mér betra að nota enska orðið eða leyfi mér að segja micro-targeting, af því að eitthvað sem er klæðskerasniði, það er bara nýju jakkafötur sem passa vel. En klæðskerasniðnar auglýsingar, þær eru langt í frá að vera eitthvað sem við maður hlægi yfir. Það eru bara grafalvarlegt mál og það eru klæðskerasniðnar auglýsingar sem að voru notaðar til þess að hafa áhrif á val í lýðræðislegum kosningum í Bretlandi, svonefndum Brexit-kosningum. Þannig að það tengdist Cambridge Analytica-máli. Ég get haldið ykkur til kvölds, ég skal reyna að hemja mig. En ég held ég verð að fá að segja með Cambridge Analytica að þetta koma slæma fréttir og við höfum tilhengu til þess að gleyma þeim. Einn maður að nafni Alexander Kogan, hann þróaði persónuleikaforrit. Hann sannfærði 300.000 manns að setja upp hjá sér þetta persónuleikaforrit á Facebook. 300.000 manns, það er eiginlega íslenska þjóðin sem hér er á Facebook, notabenni, 9 af hverjum 10 fullorðnum hérlendis nota þennan samfélagsmiðil. Og
hvað gerðist? Jú, hann notaði Facebook upplýsingar frá þessu fólki og vinum þeirra. Notabenni eitthvað sem Facebook vissum í nokkur ár og lokaði ekki fyrir. Úrvarð gagnabanki 87 milljónir og það nákvæmlega þessi gagnabanki sem var notað til að hafa áhrif á kjör í Brexit-atkvæðagreiðslu. Þannig að hefur þetta áhrif á lýðræðið. Þetta hefur það mikið áhrif á lýðræðið að dómsmálaráðherra í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kom og hitti forstjóra persónuverndarstofnana á EES-svæðinu í október í Brussel og skilaboðin frá Evrópusambandinu eru mjög skýr. Það verða engar kosningar í heiminum eins hér eftir. Þannig þeir sem ætla að fara að undirbúa hefðbundna lýðræðiskosninga, þannig að kosið til Evrópuþingsins á næsta ári, þeir skulu og þurfa allavega að nálgast það með allt öðrum hug vegna þess að það er ekkert hefðbundi lengur í þessum heimi, þar sem allt snýst eiginlega orðið upplýsingagjöfum samfélagsmiðlum og verið að leika sér á okkur án þess að við vitum það. En það er ekki bara lýðræði sem er undir, af því við vitum það að mörg samfélag búa ekki við það fyrirkomulag. Það er líka það að hver geiri samfélagsins að fætur öðrum er að innleiða tæknina. Forstjóri Landsnets gaf okkur eitt dæmi það, hvað gerist, til dæmis ef eitthvað átt við okkar tækni og hvernig við búum okkar innviðum. En málið það að þessu nettengdu snjalltæki, þau geta verið frábær og ég meni ég á snjallsíma og ég nota hann, en ég nota hann mjög takmarkað og ég held ég hafi leyft 2 smáforritum aðgang að mínum upplýsingum. Hversu mörgum upplýsingum eru þið búin að leyfa aðgangað hjá ykkur og hversu mörgum fyrirtækjum vitið það? Ég veit það ekki. En allavega, þannig að þegar við meðtökum tæknina án athugasemda að þá er gríðarlega margt undir og það er margt sem er að varast og það sem eiginlega, svo ég svona nálgist kannski kjarnan í dag að það er sko í rauninni þjóðaröryggi vegna þess að árásir á þessi snjalltæki eru á heimsvísu bara staðreyndir, ég er í staðreyndaflutningi, þær eru að aukast og þær eru að aukast mjög alvarlega og við erum að tala snjalltæki allt frá ískápum, brauðristum en upp í orkuver. Þannig að árás á þetta getur lamað í rauninni heilt þjóðfélag. Það er búið að nefna skurðaðgerðina, heilbrigðiskerfið er líka þarna undir. Þannig að þetta þurfum við að vera meðvituð og við þurfum að búa til varnir og vita þegar á okkur er ráðist. Þannig að þjóðaröryggi, það er ansi margt hérna undir og svo er önnur sýn á þjóðaröryggi sem ég kannski fæ að koma inn á eftir að hvar stendur einstaklingurinn þegar að í skjóli þjóðaröryggis ýmislegt er gert. Niður með símana. Já, þetta var nú aldeilis lexía og maður náttúrulega fyllist ákveðinni, já, hvað ég segja svolítið kvíða, sko, hverjir eru færir að ná utan þetta og eru þeir sem að sitja með þræðin í höndum sínum nú þegar, ekki alltaf skrifa undan. Það var mikið talað það var, já, í krafti nýju löggjafarinnar þurftu öll fyrirtæki að spyrja mann hvort maður samþykti þeirra pólicy og maður alltaf að rekast á, það ekki? Í símanum sínum, við notum kökur eða vafra eitthvað og viltu samþykja þetta og maður að flýta sér að fletta upp strætó.is og maður segir bara já. Óþolinmæðin er kannski okkar stóra óvinur hér. Að við tökum okkur ekki tíma til þess að virkilega vita hvað við erum að gera. Jafnvel þó að upplýsingarna líki fyrir. Þannig er mannlegi veikleikinn sem að þarf að vinna með og lýsingarnar á hinum upplýsta borgara Guðmundur Heiðar sem að þú talaðir og hann er svo hrikalega útópískur. Ég veit ekki neitt sem að mætir þessum kröfum samviskusemi og hvað við segja, árvekni. En ég veit að þú hefur góðar fréttir af þróun komandi áratuga, Halldór. Er það ekki? Getur þú ekki glatt okkur? Já, jú. Það er alveg rétt, sko. Það er endar, sko, að talandi góðar fréttir, ef maður velti fyrir sér hvernig ástandið var fyrir 100 árum, 1918, þá er það nú þannig að við erum að fagna því að Ísland var fullvalda þjóð en ef maður hugsar hvernig var þetta ár þá var þetta tvímælalaust versta ár aldarinnar fram að því. Þetta var ár frostavirðisins mikla, versta eldgos reyndar aldarinnar en maður vissi það sem ekki þá hvað yrði og svo má ekki gleyma því að spænska veikin geisaði hér fyrir 100 árum síðan. Þannig að
við getum sagt að þetta byrjaði illa sko, en ef við lítum síðan á þróunina þá erum við, það er ekki bara Ísland sem er miklu betur sett en við vorum þá, það má segja það raun og vera allan heiminn að það hefur nánast á hvaða mælikvarða sem við lítum á, hefur heiminu miðað mjög fram á við á síðustu 100 árum og við vonum að þetta svo verði, en það er náttúrulega ekki þannig að okkur miði kannski fram á við á öllum mælikvörðum og þá kannski komum við einmitt að mínusviði og þrátt fyrir að sagt sé að menn geti ekki spáð fyrir framtíðina þá vinn ég í geira sem telur sig geta það. Það er að segja við vitum að ef að losun gróðurhúsalofttegunda heldur áfram með sama hættu gert yfir þá mun halda áfram að hlýna og loftslag mun halda áfram að breytast. Og það er nú kannski ástæða sem mér var boðingað að ég er formaður vísindanefndar um loftslagsbreytingar og við skilum með okkur skýrslu í vor sem ég vænti þess að þið hafið öll lesið. Ef ekki þá er hún á vef Veðurstofunnar, það er alltaf að finna hana þar. En þar tökum við fram, förum yfir hvaða áhrif séu væntanleg og hvað sé hægt að gera í því og raun og veru lykilatriði að loftslagsbreytingar munu hafa áhrif mjög mikið. Þær hafa áhrif á náttúruvá og ýmsa innviði, ekki bara raforkuinnviði, heldur aðrar veitur líka og þær hafa líka áhrif á félagslega innviði. Þá getum við að tala fyrirbæri eins og heilbrigðiskerfið og ýmiss konar félagslega innviði. Og svo náttúrulega má ekki gleyma því að súrnun sjávar getur haft áhrif á sjávarfang og svo framvegis. Þannig að lykillinn raun og veru til þess að bregðast við þessu er að undirbúa sig fyrir þetta með því að tryggja það að við höfum öfluga innviði og tryggja það að við getum aðlagast þeim breytingum sem kunna vera óhjákvæmilegar á sama tíma og við reynum auðvitað með öðrum þjóðum að draga úr umfangi loftslagsbreytinga. Loftslagsbreytingar eru hnattrænt vandamál og það má sjá ummerki þeirra mjög víða. Þá bara sem dæmi má nefna að í fyrra var tjón af völdum svona veður- og loftslagstengdra hamfara í Bandaríkjunum 305 milljarðar bandaríkjadala sem er 1,5% af landsframleiðslu þeirra. Bara að setja það í samhengi, hagvöxtur var 2,2% á sama tíma, þannig að þetta eru tölur sem eru ekkert ósambærilegar og þetta eru alvöru tölur. Bandaríkin eru hins vegar land sem býr við mjög sterka innviði. Loftslagsbreytingar munum bitna langverst á þjóðum sem að hafa búað við slaka innviði, lélega stjórnarhætti og jafnvel háða loftslagstengdum gæðum sem er svona skrautkör fyrir að segja ef ekki með þurrkur þá er það í vandamálum. Og þá komum við kannski að einni ógn eða áskorun, kannski ekki rétt að nota orðið ógn heldur áskorun, að það er ákveðin hópur sem að verður þá fyrir álagi og fer þá að færa sig og þó að maður noti ekki orðið loftslagsflóttamaður svona léttúlega því að flestir flóttamenn er ekki að flýja beint undan loftslagi heldur einhverju öðru, þá er loftslag áhrifa þáttur þar og það er ljóst að það er veruleg hætta á því að það aukist þá ásókn fólks til að koma til svæða sem að búa betur. Og þá komum við að þessum lýðræðisvandamálum sem var minnst á hér því að þessi ásókn sýnir sig að valda að gefa lýðskrömmurum og öðrum tækifæri til þess að hvað ég var að segja, hræra upp múæsingu eða einhverju slíku og þá komum við aftur loftslagsbreytingum því að það vill svo til að þeir aðilar sem eru hvað mest á móti innflytjendum og slíku fólki þeir eru yfirleitt líka á móti aðgerðum með loftslagsbreytingar og ég er nú ekki reyndar alveg viss hvers vegna svo en þannig er það nú. Og það þá er svona vandamál sem býtur í skottið á sjálfu sér því að við þurfum náttúrulega einhvern veginn að reyna að stemma stigu við þeim. Og ég held að ég hætti bara þar. Já. Marteinn Sindri, vilt þú grípa boltan sem komandi kynslóð? Já, gjarnan, þakka þér fyrir. Prósið, mér finnst ég vera orðin rosalega miðaldra, sko. Ég kenni í Listaháskóla Íslands og í samtölu við nemendur þar þá séu bara kannski það er svona 3-4 ára á milli, sko. Þá finnum maður hvað gerist mikið á stuttum tíma, sko. Ég er sem starfa sem aðjúnkt við hönnunar- og arkitektdeild og kem að einhverju leyti kannski sem fulltrúi svona skapandi greina og listkennslu og listmenntunar í landinu. Ég langar kannski svona vekja máls á því að við erum að tala um fullveldi, við erum að tala um þjóðaröryggi og framtíðar áskoranir og það er gjarnan talað um svona þennan þrífót fullveldisins. Þá er verið að hugsa um efnahagslegt fullveldi, varnarlegt fullveldi og svo menningarlegt fullveldi sem þykir mjög mikilvægt og er einn af mælikvörðum
fullvalda þjóðar og ég held að Íslendingar hafi lagt mjög hart að sig síðustu 100 ára að byggja upp menningarlegu á Íslandi. Það hefur verið lagt ótrúlegt púður í það sem að tengist því einhvern veginn að skilgreina og skapa sjálfsmynd þjóðarinnar. Og ég held að það sé mikilvægt og það sé áskorun ef að Íslendingar verða áfram fullvalda. Að mörgu leyti mjög merkilegt að við séum það 100 árum seinna, svo lítil. En í þessu samhengi þá held ég að það sé mjög mikilvægt og tengist því sem að hefur komið fram að Íslendingar voru einsleit þjóð fyrir 100 árum en er það ekki lengur. Íslendingar eru fjölmenningar þjóð í raun og veru. Ég held að í kringum 10% barna í leikskólum í landinu séu með annað móðurmál en íslensku. Brottfall nemenda af erlendum uppruna er miklu hærra í menntakerfinu en sem sagt, nemenda með svona, kannski þennan hefðbundna íslenska bakgrunn. Einhvers staðar las ég að það séu 26% nemenda sem að falla úr úr framhaldsskóla sem eru ekki af erlendum uppruna en að brottfalli hjá nemendum af erlendum uppruna sé 62%. Þannig að nemendur af erlendum uppruna eru ekki að skila sér í háskólan okkar, ekki að skila sér á þetta málþing í raun og veru, eða þú veist, ef maður lítur yfir hópinn þá er þetta svona fremur einsleit mynd. En ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi hópur og ekki bara þessi hópur heldur í raun og veru allir hópar sem maður myndi flokka sem tilheyrandi fjölmenningarsamfélagi skili sér í ekki bara háskólasamfélagið heldur stofnanir samfélagsins. Listaháskólinn er þar ekkert undanskilinn. Þannig að ég held að þar sé stór áskorun sem að við getum tekist á við, sem að tengist annarri áskorun sem á svona við listaháskólinn sérstaklega, sem að er svo staðreynd að listaháskólinn, það eru skólagjöld í listaháskólinn. Þannig að ef að þú vilt læra hönnun, þá þarftu að borga fúlgu fjár, en ef þú vilt læra heimspeki eins og ég gerði, þá þarftu ekki að borga fúlgu fjár. Og þannig að í raun og veru ríkir ekki jafnrétti til náms á Íslandi, að mjög í ljósi þessara staðreynda. Og þetta virðast kannski svona harla ómerkilegi hlutir, ég veit ekki, við hliðin á ógn við persónuöryggi eða loftslagsbreytingar, en ef að maður hefur í huga að einn svona máttarstólpi fullvalda þjóðar sé menningarlíf, og nú er ég ekkert bara að hugsa listaháskólann, en það er mjög mikilvægt að við byggjum upp fjölþætt og fjölmenningarlegt menningarlíf. Við getum í raun og veru, það er frábært að hérna séu pönnukökur og kleinur á boðstólnum, það var rosa gott, og en menning, sjálfsmynd er eitthvað sem þarf stöðugt að endur skilgreina. Við getum ekki lifað á menningarlífi síðustu 100 ára. Og ég ætla kannski að láta staðar numið að svo stöddu. Já, takk fyrir þetta. Þetta er áreiðanlega mjög mikilvægt atriði og það kemur inn á þjóðaröryggi, okkar innra öryggi. Hvers konar samfélagi viljum við búa í? Og við sjáum breytingarnar. Þær eru þegar í gangi. Það er að segja að fólk flyst hingað í mjög auknum mæli. Það var einhver sem myndist á það fyrir í dag að Íslendingar höfðu miklar áhyggjur af að hér fylltist alltaf Dönum af því þeir höfðu aðkomu að íslensku atvinnulífi. Svo voru þeir bara útilokaðir með einhverjum lagalegum klækjabrögðum. En í þá daga bókstaflega var hægt að telja hvern útlending sem datt í huga að koma hingað. Nú stöndum við frammi fyrir því að það er fjöldi fólk sem leitar hingað og við þurfum, atvinnulífið þarf 20.000 á næstu árum. Hvaðan eiga þær að koma? Og hvernig ætlum við að taka á móti þessu fólki? Er það virkilega ásættanlegt að börn þeirra sem hafa flutt hingað og hafa ekki íslenskan bakgrunn falli út úr skólakerfinu eins og þessar tölur sem þú nefndir hér gefa til kynna. Hvaða framtíð er það? Hvað bíður okkar handan við næsta horn ef við pössum okkur ekki á þessu?
Ég held að við séum að við látum taka okkur í bólinu. Áskorunin að breyta háttum okkar komin upp á tröppur til okkar. Hún hringir á dyrabjöllinni og við erum á náttfötunum. Eins og venjulega. Og þess vegna, sko, ég held að segja afskaplega lítið, það lítill tími til þess að bregðast við þessu. Þetta raunverulegt, þetta heima hjá okkur. Þetta eitthvað sem við verðum að gera. Við getum ekki beðið eftir því einhver annar í samráði við nágranna okkar eða önnur lönd leysi þetta fyrir okkur. Þetta þurfum við að gera sjálf. Hver vil taka boltan? Já, við erum öll sammála það sem þú segir, Guðrún, að framtíðin er óljós, en ég held að við hljótum að vera jafn sammála það að fortíðin ekki lengur vegvísir á framtíðina. Þetta eru þannig tímar. Og hvað eigum við að gera? Ég held að það sé lykilatriði að við borgararnir, að við séum öll í rauninni, hvort sem við erum í menntakerfi, heilbrigðiskerfi, hvar sem við erum stödd, atvinnulífi, að fara út úr þægindarammanum og hugsa hvernig verða næstu ár og hvað þarf ég að gera og við til að vera viðbúin. Og mér datt í hug þegar við vorum að tala hérna, heilbrigðisstefna ríkisstjórnarinnar sem verið að vinna að, heilbrigðisstefna til ársins 2030 og ég heitlast af aðferðafræðinni vegna þess að fyrsta lagi að þá verið að hugsa til lengri tíma og verið að hugsa þær breytingar sem að verða til dæmis á líffræði, lýðfræði, aldurssamsetningu þjóðarinnar, tæknibreytingar, tækni mun breyta mjög miklu í heilbrigðiskerfinu. Það er sett, ef ég skil rétt, Katrín, að það er sett stefna til ársins 2030, en svo eru sett markmið til næstu 5 ára sem gefa tækifæri til þess að endurskoða og setja ný markmið. Já, kannski ætti ég að bregðast við einhverju af því sem hér hefur verið nefnt. Ég vil þó aðeins fá að segja tvennt. Ástæðan til þess að ég valdi að tala borgarana var svo að hlutverk borgarans hefur verið vanrækt í íslenskum rannsóknum á samfélaginu og það hefur líka verið vanrækt í þróun íslenskra stjórnmála. Á 19. öldinni þá voru þeir sem fóru með svona fremst í baráttunni fyrir sjálfstæði. Þeir höfðu kannski ekkert voðalega mikinn áhuga á einstaklingsfrelsi, þar að segja stöðu borgarans, heldur fyrst og fremst á þjóðfrelsi. Þetta útilokar ekki hvort annað, en áherslan var meiri á þjóðfrelsið. Á 20. öldinni þá verða svo gríðarlega miklu félagslega breytingar á íslensku samfélagi frá því að vera 90% staðsett í dreifbýli yfir í 90% í þéttbýli. Þetta eru bara breytingar sem að ég held að við skiljum ekki alveg enn og þær hafa haft alveg gríðarlega áhrif á það að við erum rétt til dæmis að byrja að skilja það að við búum til dæmis að það að búa í þéttbýli þýðir til dæmis að maður getur ekki horft til allra þeirra fjalla úr eldhúsglugganum sem maður vildi. Og svo verða menn pirraðir og reiðir af því að það vaxa tré, það eru reist hús, allt og nálagt. Þetta bara partur af því að við kunnum ekki til dæmis ennþá að lifa í þéttu sambýli hvert við annað. Og þannig að þegar ég ákvað að taka hlutverk borgarans að þá bæði var það vegna þessarar vanrækslu og líka vegna hins að ef við viljum tala hér þjóðaröryggi, móta skynsamlega stefnu fyrir íslenskt samfélag, þá verður það að gerast með þátttöku almennings og það verður að gerast þannig að borgararnir í landinu séu reiðubúnir að styðja það. Svo eru hlutir sem að hér hafa komið sem eru algjörlega fyrirsjáanlegir, þessi ógnin af hlýnuninni, umhverfisflóttamennirnir, ef að til dæmis útlendingalögin núna standa eftir 30 ár, þá höfum við, það er engin kategóría þar fyrir umhverfisflóttamenn. Við getum vísað þeim bara öllum úr landi.
það var alveg löglegt, sko. Þannig að það er eitt af því sem við þurfum að bregðast við og við þurfum að hugsa það fyrirfram og við þurfum að sko glíma og það sem er mikilvægt af því okkar samfélag, það er öðruvísi en sennilega öll önnur í veröldinni bara vegna þess hversu smátt það er og hversu ríkt það er. Og það bara dæmist á okkur, við getum ekki tekið klæðskera sniðna lausnir úr öðrum löndum og sagt bara þetta á að gilda hér. Við verðum að taka okkur tíma í að hugsa það sem við viljum gera, átta okkur á hvað hendar okkur. Ekki hvað hendar þjóðunum í kringum okkur, heldur hvað hendar okkur. Og það útheimtir vinnu, umhugsun og átök. Þannig bara á það að vera í svona lýðræðis samfélagi. Það er best að ég stoppi núna. Vilhjálmur og svo Helga. Ja, takk. Þegar Guðmundur Heiðar var að tala áðan og tala að Bretarnir væri komin með minister of loneliness, þá held ég nú fyrst að það væri nú bara út af Brexit, sko. En En sko það sem að ég er að spá í meðal annars út af því sem að hún var að segja hérna Helga með persónuverndina og þessar breytingar allar. Sko verður þetta ekki þannig að Facebook sem að skýtur svona upp á stjörnuhiminin og er þetta bara ekki tímabundið fyrirbæri, sko. Bara eins og öll önnur fyrirtæki hafa verið í rauninni og verður ekki líka bara og mér sýnist oft vera þannig að þegar fyrirtækjum skýtur svona hratt upp á stjörnuhiminin, bara eins og flugeld, að þá er oft aldrei erfitt að hanga lengi uppi, sko. Og það kemur eitthvað annað í staðinn. Við höfum séð fyrirtæki sem tæknibransa að koma að fara, Nokia til dæmis, var hálf kauphöllin í Finnlandi eða hvað, farið, eða allt öðruvísi í dag allavega. Ég var að reyna að muna nafnið á símanum sem ég þótti slá í gegn hérna nokkur árum, BlackBerry. Kannast einhver við það lengur, sko. Ég meina, bara fer ekki eins fyrir Facebook og annað sem ég pæli í þessu sambandi er, sko, í skólanum hjá mér þá erum við með forrit sem heitir Turn It In, að við erum með fjarnám og fólk svarar mikið verkefnum í gegnum tölvur og svoleiðis. Og þetta, þú veist, fólk getur ekki skrifað staf á þess að þetta sé farið með í gegnum Turn It In og ef einhver annar hefur skrifað fyrir það eða það er að stela eða kópera texta einhverstaðar annar staðar á netinu, þá bara kemur allt í ljós. Minn draumur er sá að það verði búið til svona forrit sem eru svona fact-checkar, sko, eða staðreynda prófari, sko. Þannig að getur tekið bara ef eitthvað kemur eitthvað sem að menn er að slá fram einhverstaðar á netinu eitthvað, að þá verður bara hægt að tekka það af hvort að þetta sé rétt eða rangt og slík og hvaða staðreyndir liggja þarna baki, sko. En eitt bara lokum sem ég langar til að nefna, það er sko, af hverju við erum með ríki og einhvern veginn finnst mér að það sé þannig að jú að við erum í íslensku samfélagi og Ísland stendur í rauninni ótrúlega vel. Ég er að pæli því bara hvað ætli sé nú sko stór hluti mannkyns sem að þarf að sætta sig við lægri tekjur heldur en lágmarkstekjur á Íslandi. Ætli ekki bara helmingur eitthvað slíkt? Ég veit ekki, það væri áhugavert að vita það. En það sem ég er að segja er sko hvernig förum við að skilgreina samfélagið? Og ég held að með öllu þessum samskiptum á milli þjóða að þá förum við að líta á okkur ekki endilega sem hluta bara íslensku samfélagi heldur af alls konar svona undir samfélögum út allan heim. Og ég hugsaði þetta vegna þess að það kom tímabil í lífi sona míns sem var mikið í tölvuleikjum. Og enska var náttúrulega vinnutungumál hans bara innan við 10 ára aldur. Og hann var í samskiptum fólk út allan heim. Og þetta bara var, hann var bara í einhverju samfélagi við fólk í Bandaríkjunum, í Kóreu og hann bara fekk sína fordóma og skoðanir á fólki bara í gegnum þessi samskipti. Þóttu til dæmis Kóreubúar vera alveg ómögulegir.
Ég meina, svona bara verður þetta og þá fyrir maður að spyrja líka, verður í framtíðinni einhvers konar alþjóðleg ákvarðanataka í þessum samfélögum og einhvers konar bara ný vídd af lýðræði og samfélögum bara út af einhverju svona. Og hvað gerum við þá? Ég held að ég sé komið með 7 svör sem ég langar að, þannig að þið segir bara til þið þólið sko. Til að byrja með, það sem er áhugavert sko við einmitt sko nýju persónuverndarlöggjöfina, að sko ég get sagt ykkur að það er ákveðin setning sem segir að þjóðaröryggi á ekki þar við, en, það er alltaf en, undantekningar í lögfræðinni sko að það er mannréttindasáttmáli Evrópu og það er íslensk stjórnarskrá. Þannig ég get verið hér áfram, ég þarf ekki að fara. Þannig en svo er það líka það sem er áhugavert í þessari nýju löggjöf, því við erum líka að tala sko aðra anga þess og það að það er farin svo leið sem er bara lagalega sér áhugaverð að staðbundin evrópsk persónuverndarlöggjöf gildir á heimsvísu. Og hvernig? Jú, útgangspunkturinn var sá að ef að fyrirtæki utan Evrópu fylgjast með ríkisborgurum á EES-svæðinu eða bjóða fram vöru og þjónustu óháð því hvort það gjald komi fyrir, þá gildir nýja löggjöfin. Þannig að þess vegna er heimurinn að fylgjast með þessari tímamótalöggjöf og hvernig henni reiði fram, að því þetta er í rauninni eina haldbæra verkfærið sem fram hefur komið til þess að takast á við tæknina sem kemur mjög mikið frá Bandaríkjunum. Þá langar mér að fara yfir í sko tækniþekkinguna. Það komið fram sko að einstaklingarnir bera ákveðna ábyrgð. Jú, við berum ábyrgð og við þurfum að vera meira vakandi og skilja hvað við erum að nota, en aftur góður útgangspunktur í nýju löggjöfina, hann er sá að ábyrgðin á vinnslu persónuupplýsinga, vinslunum okkur, er lögð á ábyrgðaraðila. Og hver eru það? Jú, það eru opinberar stofnanir og í rauninni þeir sem opinberar aðilar þurfa að starfa á grundvelli laga, og svo er það einkafyrirtækin og þau þurfa það að hafa skýrt samþykki eða samning eða eitthvað slíkt. Þannig að það er verið að reyna að tækla hlutina með ákveðnum hætti á þessu. Mun Facebook halda áfram að lifa? Viltu prívatskoðunum mín eða ekki? Sko, við skulum segja það að nýja löggjöfin aftur er glimrandi viðskiptatækifæri, eins og við erum búin að ræða en stuttlega, vegna þess að það er verið að gefa fólki færi á að koma með nýsköpun þar sem er farið með persónuupplýsingar þannig að það sé borin virðing fyrir grundvallar mannréttindum. Þannig við vitum hver vinnur upplýsingar um okkur, hvenær og hvaða tilgangi. Það er sérst innbyggð og sjálfgefin persónuvernd sem er stór hluti í nýju löggjöfinni. Glimrandi viðskiptatækifæri á heimsvísu ef hér fara á stað hugsuðir og finna upp samfélagsmiðil sem fer vel með okkur upplýsingar en vinnu þar ekki bakið okkur og deilir þið með 200 öðrum eða hvað nú er fyrirtækjum. Málið það að einn af grundvallarpunktum líka nýju löggjafarinnar sem ég er að vinna með er það að fagna framþróun tækninar. Það er kannski, þau haldi kannski í sig á mótinni, alls ekki, við fögnum henni. Það hefur talað heilbrigðisvísindi, ég meina ofurtölvan Watson getur gert langt umfram það sem að hefðbundin lækni getur gert, þannig að þetta getur bjargað okkur frá illvígum sjúkdómum, virkilega, algjörlega, en það þarf að fara vel með tæknina og það þarf að stilla hana þannig að til og með sjúklingur verði aldrei gerður ábyrgur fyrir í rauninni fjarheilbrigðisþjónustu og tækjum sem eru nettengt, af því að hann getur verið eldri borgar og hann getur verið ungt barn. Ábyrgðin er á þeim sem ákveður hvaða tækni notuð. Smá kannski svona til þess að vekja okkur, það er klukkan orðin okkur margt á föstudegi, að 1984, George Orwell, ég meina þessi bók, flesti þekkjana, það er talað um það núna að það eina sem var vitlaust í þeirri bók var það að þetta var ekki stjórnvöld sem voru þarna að vakta, heldur fyrirtæki. Þannig að við erum þarna í dag, hvort sem ykkur líka það betur eða verð, og það sem Facebook til dæmis veit ekki nú þegar okkur sem við erum sjálf búin að deila óskum okkar, vonum og þrám og öllu slíku, að það kaupir Facebook frá Amazon til þess að fylla upp í myndina tónlistarsmekkin og kvikmyndaáhorfið og hvað við gerum. Og þess vegna er spurt og forstjóri Apple kom á fund persónuverndarforstjóra nýlega og spurði hvernig heimi viljum við lifa í, og þetta er raunveruleg spurning til okkar sem neytenda, því að við stýrum pildi-ferðinni. Ef við ætlum áfram athugasemdalaust að nota miðla sem fótum tróða okkar grundvallar réttindi, nú þá bara spyr ég í alvöru, viljið þetta virkilega? Þannig að það er nú bara þannig, og
Og af því kannski líka því við erum hérna í dag, að þá erum við að tala eitthvað sem kannski í rauninni það viðkvæmasta fyrir þjóðríki, fullveldi og þjóðaröryggi. Og nú erum við búin að deila þeim upplýsingum með Mark Zuckerberg, að þetta allt í streymi á Facebook. Eru þið sáttuð það? Viljið að Mark Zuckerberg viti hver var hér samankomin í dag að ræða þetta? Ég meina við þurfum að vera meðvituð, það grundvöllurinn á öllu, þannig að þegar við notum þessa miðla, hver erum við að deila með þeim? Fótspor á netinu bara rétt, eins og ég sagði, það svo margt að gerast og stundum það maður að minnast á að þetta bara vinna mín, þetta ekki algjörlega lífið af því að þetta í rauninni réttindi sem að heldtaka mann dálítið því þau svo áhugaverð og margslungin og snert á svo mörgu. Bara rétt, fótsporin á netinu, unga fólkið, kynslóðan sem tekur við, út frá því hvernig þau nú þegar sumhver eru búin að haga sér, þá gætu þau nú þegar voru búin að gera það fyrir möguleikum að fá atvinnu ákveðnu sviði, nú eða þá að fá að kaupa tryggingar. Það verið að rýna áhættuhegðun og Facebook að biðja upplýsingar eða tryggingafyrirtæki að biðja upplýsingar og það verið að reyna að meta unga tryggingataka ef þau stunda fallhlífastökk nú þegar. Nú getið ímyndið ykkur hvað verður þau þurfa að borga fyrir það tryggingar. Þeir eru hærri heldur en þeir sem eru kannski bara í pönnukökugerð. Ég skal hætta. Takk. Martin? Já, mér langaði kannski bara eins að taka upp eitt sem að ég held að þú hafir minnst á, Kristín, sem að eru sem eru heilbrigðismál, en eiginlega geðheilbrigðismál sérstaklega. Þú talar innri styrk og Guðni, þú orðaðar þetta svona geðveikar afturgöngur eða Stefán, Sigurður Pálsson Sigurður Pálsson orðaði það þannig, geðveikar afturgöngur. Sko, þetta myndi mig á mjög frægan engil úr sögu heimspekinnar sem að Walter Benjamin gerði frægan, engill sögunar sem að horfir á framtíðina hrannast upp, ekki línulega heldur svona katastrófist, fortíðin einhvern veginn eiginlega bara ein katastrófa og engillinn sér ekki framtíðina því að stormur framfarana feikir honum aftur á bak fram í tíman, hann er svo upptekinn að því að horfa á framtíðina. Svona kannski metafóra það hvað framtíðin segir okkur lítið fortíðin segir okkur lítið framtíðina og hugmyndir okkur framtíðina segja kannski meir samtíman eins og hefur komið fram. En sko það hafa orðið rosalega framfarir á mörgum sviðum en ef maður skoðar samfélagið Evrópu fyrir 100 árum að þá eru hermenn að koma heim úr fyrir heimsstyrjöldinni, haldnir einhverju sem að menn kölluðu hysteríu þá, en kemur í ljós að það er svona einhvers konar áfallastreituröskun, mjög algengt vandamál en það í dag. Það er að segja það eru ákveðin vandamál sem hafa fylgt kannski mannkyninu alltaf og geðheilbrigðismál virðast vera eitthvað sem að svona er svolítið yfirsögulegt sko og þó að það hafi orðið ákveðna framfarir í heilbrigðisvísindum ýmislegt þá stöndum við samt ráðalaus frammi fyrir alls konar innri svona vandamálum og nú hef ég enga tölur á hreinu en það er mjög stór hluti bæði íslenskrar þjóðar en líka bara í heiminum sem hefur glímt einhvern tímann við geðheilbrigðismál á ævinni og það er mjög áberandi í umræðu, nú er ég engin sérfræðingur og ég tek bara eftir þessu sem borgari að það er pottur brotin mjög alvarlega held ég í svona aðbúnaði bæði geðveikra og annara sem eiga við svona geðheilbrigðisvandamál að stríða. Ég held að þetta hafi og muni alltaf vera áskorun, sérstaklega tengist einsemdinni sko. Og þú komst svo vel inn á þetta og mér langaði eiginlega svona kannski að taka þetta upp aftur því að mörguleiti þá sko er þetta stöðug vinna og stöðugt aðhald og það er ekki endilega tæknin sem á eftir að bjarga okkur hér. Ég meina það er mikil debatt gagnsemi lyfja, ég ætla ekki að taka neina afstöðu þar en þú veist bara önnur birtingamynd svona vanlíðanar er mjög mikil misnotkun á lyfjum í heiminum í dag. Það á örugglega eftir að halda áfram að hrjá mannkynið að vilja neita einhvers konar fíkniefna, hvort að samfélagsmiðlarnir séu það líka. En þannig já, mér langar kannski að koma þeim punkti að. Ég ætla að gera eins og Pía gerði áðan og spyrja við ekki hleypt salnum neitt að, er eitthvað sem að, já? Fyrir aftan þig, Margrét. Já, takk fyrir. Þórólfur Guðnason heiti ég og ég er sóttvarnalæknir. Ég byrja á því að þakka fyrir þetta fína málþing. Saknaðist mjög mikið að það er eiginlega engin minnst á heilbrigðismál hérna.
og enginn minnst á hvaða heilbrigðisógnir gætu nú steðjað að okkur í nútíð eða framtíð og hvernig við ættum að bregðast við og sérstaklega í ljósi þess að við erum að minnast fullveldis ársins og þar var náttúrulega skelfilegasti atburður sem hefur komið upp bara svo menn muna, það er Spánska veikin, þar sem að dóu 500 manns hér á Íslandi á 4-5 vikum og 50 milljónir manna í heiminum. Þannig að mér langar að spyrja ykkur, sjáu þið fyrir ykkur einhverjar heilbrigðisógnir í framtíðinni sem við þurfum að hafa áhyggjur af? Mér langar eiginlega að fá að svara strax nýtum að þú spurðir heilbrigðisógnir svona þegar ég var að nefna ákveðna heilbrigðisógn. Ég velti fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn ekki heilbrigðisógn, þessi svona geðheilbrigðis vandamál. Mér langaði eiginlega bara svona, ég hnaut þetta þegar þú myndist á þetta og að það hefði ekki verið rætt rætt en ég skil að sjálfsögðu punktinn og held að þetta sé mjög góð spurning sem einhver annar kannski getur svarað. Já, ég þakka þér fyrir að ég reyndar myndist á spænsku veikinu og þetta heilbrigðismál auðvitað eitt af þessum rætt sem er þeir innviðir sem þurfa að vera sterkir til þess að við ráðum við þær áskoranir sem að koma í framtíðinni. Það er náttúrulega heilbrigðisinnviðir eru hluti af þeim. Það er auðvitað svo að fyrir okkur sem erum í svona áhættu stýringum og hugsum áhættumál þá er alltaf einn flokkur sem er sem sagt flokkurinn óþekkt eða óþekkt áhætta. Það eru hlutin sem okkur dettur ekki í hug en munu örugglega gerast og það náttúrulega kunna að vera þar bæði erfðatækni eða bara einfallega sjúkdómar sem að koma á við enga varnir við í augnablikinu. En og það er eitt af því sem að munu örugglega gerast í framtíðinni og eina leiðin til þess að raun og veru verjast þeim er að hafa sem öflugast innviði. Bara örstutt þess að nýta tímana þá heilbrigðisógnin hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga eins og ég rétt kom inn á það að það bara tryggja öryggi í notkun tækja að vegna þess að það er alveg ljóst að ásóknin er í það að tilenga sér tæknina á sem flestum sviðum og fólk er með einmitt lækningahluta og lækningatæki inn í sér og þetta eru nettengd tæki og það er hægt að til dæmis ráðast inn í og taka stjórn. Þannig að það er bara að öryggi og öryggissérfræðingar segja ekki tala eitthvað sé öruggt, það er ekki neitt öruggt. Þannig að tryggja eins mikið öryggi og unnt er. Það væri allavega okkar ásýnd. Kristín, þið langar að segja? Já, Þórólfur, ég ætla að taka undir með Marteini Sindra að við höfum talað geðheilbrigðismál og það að í vaxandi mæli virðist ungu fólki ekki líða vel. Þetta hlýtur að vera mjög alvarlegt heilbrigðisvandamál. Annað sem kemur upp í hugan þegar þú spyrð að það tengist með þínu sviði sóttvörnum vegna þess að við vitum að það er að koma fram sýklar, bakteríur og aðrar örverur sem eru ónæmar fyrir þeim lyfjum sem við höfum úr að spila í dag og maður óttast að þetta geti orðið stórt vandamál. Vilhjálmur, nú settum við tíma hérna tveir, nú leitt Vilhjálmur af stað. Ég held að eins og fyrir okkur, ef við ætlum að standa okkur sem ríki, þurfum við að standa okkur í heilbrigðismálunum eins og svona öllum málflokkum öðrum og það sem að ég hugsa til framtíðar því er að við erum að sjá að svona þessi líkamlega áreynsla í störfum er að verða minni og minni. Þannig að maður myndi ætla það að fólk svona eigi almennt séð að hafa það betur að því leyti til, en hins vegar eru störfin að breytast þannig að það er farið að reyna miklu meira á kollinn í störfunum og þau eru að fá alltaf öðruvísi álag heldur en áður var. Og ég hef talið það að svona fyrirfram að fylgifiskur þess hlyti að vera að það er miklu meiri áreynsla á geðræn vandamála og geðræn mál heldur en var. Það verið bara þróun og þá þarf að sjálfsögðu að glíma við að leysa þau mál. Örstutt bara því að einmitt við getum haldið okkur ennþá á heilbrigðissviðinu að þá þegar ég tala öryggi þá er ég tala að óviðkomandi komist ekki til að heilbrigðisupplýsingum vegna þess að fæst okkar vilja hafa heilbrigðisupplýsingar okkur á glámbekk og það er ágætt að hafa hugfast að tæknin sem við sækjum daldið í, hún kemur frá landi
þar sem að í rauninni upplýsingar að gagnagrunnur það hverjir eru áfengissjúkir eða hverjir þurfa að nýta geðheilbrigðisþjónustu eru metnar sem viðskiptaupplýsingar. Og þannig eru tækin og tólindaldi sem við erum að taka pildi athugasemdalaust inn frá Bandaríkjunum. Eitt í viðbót að það er búið að tala einmanaleikan og fólk sé og verði kannski meira einmana, að þá er áhugavert kannski að ég deili þá þeirri staðnett með ykkur að þegar fólk er einmana á kvöldin að þá fer það oft í tölvuna og það fer að tala við Siri og hvað það heita, þessar dömur og það vill svo til að leyndamáli sem þar koma fram eru langt umfram það sem fólk segir makanum sínum. Og það er verið að tala við róbóta frá Bandaríkjunum sem að færa með allar þessar upplýsingar í gagnagrunna. Smá svona fyrir helgina. Þetta voru það sem heita famous last words á góður íslensku. Ég vil takka ykkur öllum hjartanlega fyrir, það var mjög upplýsandi fyrir mig, svolítið hræðilegt samt, eins og börnin mín segja, að hlusta á ykkur, til að reyna að gleyma öllu sem þið hafi sagt. En ég þakka ykkur fyrir að vera stillt og prúð í salnum. Ég þakka þeim sem að skipulögðu málþingið og stóðundi kostnaði við það og já, ég held að við erum að fara út á sviðina því ykkur annar vill fá það.